Já, það er 4-0 sigur á Aftureldingu. Hver er bara þín sýn á leiknum? Við vorum bara heldur góðir, bara kveiktum á okkur, áttum inn sérstaklega ég eftir seinasta leik. Maður fekk að taka þátt í þessum leik en ekki hinnum. En já, bara, við vorum on it, ég fann það bara í gær og í klefa á þann að við vorum bara allir on it, við vorum bara að fara að taka á. Þetta byrjaði þið lágu svolítið tilbaka til að byrja með, en síðan bara leið og þið náðu inn markinu, þá verðist pendulum svolítið sveiflast og þið svolítið bara takið yfir. Já, það er alveg rétt, sko. Við vorum smá stressaðir í byrjun, þórum ekki alveg að spila, þeir eru góðir í að éta pressu Afturelding, þannig að við einhvern veginn bara byrjum að sparka langt og eitthvað. En já, svo þegar fyrsta markið kom, þá einhvern veginn kom meira sjálfstraust í okkur og þórum að spila og eftir það var þetta bara, áttu þeir ekki breyk með mér. Sérstaklega annar markið og fyrsta markið sem þú skorar í dag, markið sem byggast kannski við föstum bolta fyrir markið, en þú neldur hann bara á nærstöngina, var þetta, sástu bara opnuna? Já, eiginlega, sko, ég sá þetta, ég sá þetta fyrir mér í gær, bara, ég oft undi í þessari stöðu og er alltaf ofta að gefa fyrir og heppnast ekkert alltaf, en ég bara, og Venni líka búinn að segja fyrir leik og eitthvað svona að bara negla markið þegar maður fekk skottækifæri og það var rétt hjá hann. Afturelding lenda síðan alltaf manni færri, fannst þú eitthvað breytast við leikmyndina, við það að þeim verða menni færri? Já, þá bara tókum við enn meira yfir leikinn, sko, bara, og þeir náðu varla klukkur, sko, það var bara, já. Farið inn í hálfleikinn 3-0, hvað var það sem Venni var að innbrá í hálfleik? Bara halda áfram. Þá móti IR voru líka 3-0 yfir í hálfleikminni og þá bara drepleitist öllum í seinni, sko, þetta var spínu þannig núna, bara, við vorum bara að halda í boltann og eitthvað já, bara, sá okkur bara að halda á hann. Gerðu það, skorum 4 markið og já. Svona fyrirleik var búið að setja þetta upp sem eitthvað svona úrslitaleik eða eitthvað þá eftir það? Já, ekkert úrslitaleikur, það er allir ekki mikilvægir í þessari deild, en þessi var kannski ekstra mikilvægur þar sem að toppsætið var í húfi. Og já, maður var stressaður fyrir þennan leik, þetta var svona stórleikur, en svo bara fór það þegar fyrsta mark kom. Farið inn í Verslunarmælingin núna einmitt á toppnum, var Venni búinn að lofa ykkur fríi eða myndið ná toppsætinu? Nei, ekkert eitthvað að því við náðum toppsætinu, það var planað fyrirfram, einhverjir 4-5 dagar, þannig að menn eru að fara til útlanda og eitthvað svona, njóta. Gangi vel. Takk.